Erlendur Bogason hefur kafað við Íslandsstrendur í ríflega 20 ár og kynnt sér lífríkið í sjónum. Að undanförnu hefur hann haft myndavél með í för og nú ætlar hann að deila með okkur því ævintýri sem leynist undir yfirborðinu. Fiskar geta sloppið úr veiðarfærum sjómanna en borið þess merki upp frá því. Eftir nærri 20 ára reynslu af köfun og neðarsjávarrannsóknum álítur Erlendur Bogason kafari þó að umgengnin á veiðislóðinni við Ísland sé góð. Við höfum ekki næga vitneskju tjón af völdum veiðarfæra, en þegar við fórum yfir myndefni frá síðustu 4 árum, fundum við einungis innan við 10 tilvik þar sem fiskar sáust sem báru ummerki eftir veiðarfæri. Undantekning að sjá fisk sem skallaður af veiðarfærum eða með einhvers konar veiðarfæri í sér. Þessi með krók í kjaftinum og augað virðist ekki heilt. En ástandið ekki eins gott við allar hafnir landsins. Óþolandi að sjá netaafganga og annað drasl í höfnum þar sem stutt í ruslagáminn. Þessi grásleppa hefur flækst í neti og við fyrstu sýn virðist sem hún hafi drepist. En þegar betur að gáð hún lifandi og að sjálfsögðu kom kafarinn til hjálpar og skar hana úr prísundinni. Þessi æðarbliki hafði hins vegar fest í netarusli undir löndunarkrananum og drukknað. Fátt þó svo með öllu illt að ekki boði nokkuð gott. Þessi gamli álpottur varð ljómandi góður felustaður fyrir rauðmagan hérna. Ekki viljum við samt mæla sóðaskapnum bót. Þótt svo virðist sem áhrif mannsins á náttúruna séu mikil verða þau harla lítil miðað við það þegar náttúruöflin sjálf eru í essinu sínu. Ekki gott að segja hvaða atburðir í náttúrunni urðu til þess að þessi rauðáta drafst í stórum stíl og rak upp í fjörur. Fyrir rúmum áratug hrundi hörpudiskstofninn í Breiðafirði. Veiðin hafði verið 8.500 tonn á ári en var svo bönnuð með öllu. Ýmsar kenningar voru uppi orsakir þessa hruns, en nú þykir sannað að sýking í skelfiskinum hafi skipt þarna mestu. Ekkert þó vitað orsakir þessarar sýkingar eða hvaðan hún barst. Árið 1992 varð fyrst vart við gríðarmikla fjölgun ígulkera í Eyjafirði og á nokkrum árum átu ígulkerin upp þaraskóga og stórum svæðum í firðinum. Hér síld með ummerki sýkingar sem mikið herjaði á tegundina við landið fyrir fáeinum árum. Hafrannsóknastofnun gaf út eitt árið að 60% stofns væru sýkt og myndu drepast innan fáeinna vikna. Okkur gekk samt erfiðlega að finna sýkta síld til að mynda og úr mörgum köfunarferðum með neðansjávarmyndavélar eigum við bara myndir af 2 sýktum síldum. Veturinn 2012 söfnuðust nokkur 100.000 tonn af síld saman í Kolgrafarfirði á Snæfellsnesi. Og þegar Erlendur Bogason kafaði til að kanna síldardauðann, fann hann að þetta var kaldasta köfun sem hann hafði upplifað. Þrátt fyrir þennan mikla kulda telja vísindamenn að öll síldin sem drafst í Kolgrafafirði veturinn 2012 til 2013 hafi drepist úr súrefnisskorti.